Göngu sína á, ég ætla að segja bara geggjum. Föstudegi, Auðun Blöndal heiti ég, sitt í mínu sæti og beint á móti mér sitja tveir snillingar, annar er fyrirliði þáttarins, hinn er markaðasti leikmaður þáttarins frá uppáðu. Þetta eru þeir Egill Einarsson og Steinþór Fróar Steindórsson eins og hann kallar sig á föstudögum. Hvernig eru þið, drengir? Þessi var rosa. Sagður Fróar? Nei, sagður Fróar. Eru býtu ekki visti að fólk skipti yfir að bylgjuna bara í byrjun þáttar? Við erum ekki þátti betur en þetta. Enginn að fara á bylgjuna. Sko, það er gýr í mér, drengir. Steinþór Fróar. Bara svo vita. Hann fróa sér. Já, þetta er Jesús góður. Það er ekki grínið? Nei, hvað er að gerast í það? Það er smá orðagrína því hann heitir Hróar. Ferstu í menn að opna þáttinn svona? Hvað gengur á? Fólk getur alltaf farið yfir bylgjuna. Nei, það er alveg alls ekki. Það er klukkan orðið 4 þar líka, sko. Hvenær mun þetta hætta? Allt saman. Er þetta orðið þannig hjá okkur núna? Fyrst þetta er ekki hætt, þá mun þetta aldrei hætta. Ég er aldrei bara, ég hætti því ég drefst. Hættu, ég hef líf Ef það kemur föstudagur ég er ekki hérna, þá er ég döður. Eða á tenni. Já, ég er á tenni, sko. Og það er að tala þáttin eða bara húmórin? Já, ég er bara að tala það eins og þú sagði þetta. Fertu í kallmenn og allir finnst ekkert eðlilega að fyndi að Stefán, Steinþór Fróar en ekki Hróar. Sko, máli er að ég er búin að kalla, núna er búin að kalla mig Fróar og Stefán bara á, þú veist, á fyrstu 3 mínúturum. Þú ert í gír samt. Ég er í geggjum gír, en mér finnst gaman að þú kemur inn á það. Af því að þetta er alveg svona legit pæling að var á einhverju, þú veist, ætla að koma einhver tímapunktur þar sem að maður þroskast. Já, ég meina, þátturinn, ég hlustaði á gamlan þátt bara svo vita. Því að ég hef verið að pæla, nei, ég ætla ekki að fara að ljúga hlustendur, ég sé búin að pæla eitthvað í þessu. Þú varst að pæla í því? Nei, en sko, ef við hlustaði á þáttinn fyrir 7 árum, hann er mjög ólíkur þættinum í dag. Já, enda erum við búin að þroskast. Ég vil nefnilega meina við sem aðeins búnir að þroskast. Já, þú veist, sérstaklega í blöðkastinu. fólk sem búið að hlusta á okkur på day one. Já. Átt á því að þá vorum við bara, veist, þetta er bara 30 gráður á biffan. Nei. Og svo ertu bara hérna föstudum, ballausi blöð. Það er ekkert eðlilegt að vera 30 gráður á biff. Þú talar þessu að það vera 18 á. Já, þú veist, á þetta sko, 30 erum við ekki allir saman biffin er shit og fólk á okkur aldrei var það bara á flöskuborðinu. En þú ert 30, ertu ekki fullorðinn maður? Það var ekki fólk á okkar aldrei það líka, sko. Hvað, þú tekir úr gamall að skemmta eða 30? Alls ekki. En ertu ekki sammála með samt að þú ert 30 og þú ert fullorðinn maður? Jú, þá ertu ekki að Youngblood og FN 957. Við vorum aðeins eftir á bara. Já, við erum nefnilega, ég skammast mér ekkert fyrir það. Við erum svolítið eftir. Við erum allir mjög seinþroska, sko. Það hlýtur að vera. Og það er bara ekkert að því. En ég vona að breytist leiðu út fann að taka það alvarlega. Þú erum vel leiðilegur, þá er partíi búið. Það er ekkert að gerast úr þessu held ég. Nei, ég er bara spóið svo, haldið að verði einhvern tíma bara svona leiðilegi kallar. Ég vona að verðum hálfvitar bara þangað til þetta er búið. Ég er sammála því. Og líka máli, við erum hvað sem ekki, það er ekki, sko, við erum ekki að fara að vinna hjá Íslenska erðargreiningu, skiljur, það er búið. Já. Þú veist. Ég er ekkert að fara að menta mig úr þessu. Við vinnum bara á FM. Það er bara staðan, því miður. Það er ekkert því miður. Það er illa töff. Já, ég segi, við verðum minna bara. Við erum ekki að fara að hætta. Hvað er að hætta? Nei, en ég er bara meira að tala eins og bara þegar við, þú veist, eins og við verðum afar. Þegar fyrsta afabarni kemur, þá verðum við ennþá þetta föstutum, sko. Það er sko, við erum að því að það er enginn á okkur giftur hérna inni. Þannig að við eigum kærustur, eða ekki? Þú segir bara til kærasta mín. Mátt segja þú er í konu. Það er ekki eigin kona eins. Þú ert bara Youngblood, þú ert bara með kæru. Giftu þið bara. Haldið að kærustur ykkar sé að monta sig að því að þeir sé að vinna á FM. Og því að það var pottitt þannig þegar þú þröstu 3000 Svalu og þeir voru á FM, þá voru konunda pottitt bara að kallin, hann vinnur á FM. Og Jón bara getal. Eru Sigrún og Guri að monta sig að því vinna á FM? Sko, menn fór í bæinn þá, bara í FM 957 flýspessunni og girtu neður. Það er ekki þannig í dag, sko. En samt er, sko, FM samt. Ég hef ekki séð FM 957 flýspessuna lengi, sko. Það er ekkert verið að gera ykkur mörds og það er ekkert svona lengur. Við þurfum að rífa það í gang. En nei, ég meira bara pæli, þú veist, eins og til dæmis bara Þau erum alltaf að tala með svo eldast og svo blöð. Hvað ertu gamall? 42? Ég er alveg að vera 43. Það er mjög stutt í afmæli. Jón Gunnar, hann er hvað ætli, hann sé alveg að vera 60. Hann er svo 55, 6, 7. Og alltaf ég hitti hann. Hann elskar þetta ennþá mikið. Ég er bara, þú veist, hann er ekkit, þú veist, hann er bara, já, hann er bara svo sami. Sama og þegar ég hitt hann fyrst. Ég var að ræða við hann daginn, hún finnst svo gaman í tvíhöða núna. Hann sagði, mér hefur ekki fyndið svona gaman í tvíhöða sem ég var á X-inu, sagði hann. Og það er fyrir sko, það er 97 eða eitthvað sem ég var að hlusta á, 96 eða eitthvað. Þannig að já, það er þetta góð punktur. En eins og með tvíhöða, maður hlusta á það bara alltaf, klika ekki á þetta. Sér hætta þér. En þeir eru bara aldrei hætt. Það er að konceptu okkar í staðan fyrir að hættum. Enga pásur. Svo eftir 10 ára og hörðu að byrja aftur. Jú, það er skilju. Við erum bara alltaf. Þeir fóru bara bralli. Verður bara alltaf föstudagina.
Það er alveg dettu niður döður. Já, ég held að einhver á okkur sé að spurningu hver deyr fyrst og hóður að replace hann, sko. Við erum allir í gýr hérna, það er ekki að fara í eitthvað skemmtilega. Alltaf sé ekki ég. Nei, okkur út yngstur. Veistu hvað, má ég segja hvað gerðist þetta fyrir 3 mínútur síðan? Nú erum við komið með lás á kælinn. Já, en sko, þetta er mjög jákvæmt samt það sem var að gerast hérna, því að hann var ekki búin að komast í hann. Við erum sem sagt konum með lás á túborkælinn okkar. Loksins. Og Búi kongur græjaði það. Takk fyrir okkar besti hlaupari, sko. En núna vitum við þetta virkar, af því að leið og þátturinn byrjaði, þá kom Tommi Steindós hérna, gerði svona ussmerki, vildi ekki láta vita að maður er inni og náði sér í bjór. Hann gati ekki náði í hann 3:30 af því að lásum var á. En hann leið bara kælinn núna. Leið og viss að við vorum komin í lofti, getum ekki verið að stoppa hann á töðjónum og voru hann beintinn inn, náðu sér í bjór og lappað út. Þetta gerði fyrir 4 mínútur síðan. Þetta var að gerast. Hann er alveg drikkjubolti, sko. Já, hann er bara ég er líka fíla hann loksins búið með maður og exi sem að kann að höndla það er bara að vera allt mitt líf bara. Það fengur svo staðfest að hann er búin að vera vaðið í kælinn, sko. Það er ekki meira staðfestan okkur þarna, sko. Nei, hann kom 1 mínútu yfir 4. Við vorum að opna þáttinn þegar hann lætti sér þetta. Það er bara að bösta nú á þráin og rikka. Það voru allt bara sem við sattir hár rétt, sko. Tala fyrir Jóngnar er bara enda fyrir utan. Já. Ég er að sjá hann tegja. Þeir voru að taka upp tvíhöða. Já. En talandi Thomas Steindós, þá er ég fastur á því að hann er fyndnastur öllum á Instagram. Svo við hrósum hún nú að því við vorum að kalla hann fyllibittu og hann var að lauma sér inn í kælinn. Hann er ekkert eðlulega fyndur. Það er að hrósa hann að kalla hann fyllibittu að hann sé að laumast í kælinn. Það er hrós. Það er orðið hrós í dag. En það er sko, það er ekki allir í, það er Eurovision helgi, það er Valur Tindastóll í körfinu eftir. Ég getur þetta að hætta þetta 10 mínútur í 6 drengir. Afturhalding Haukar í gær, það fór ekki eins og við vildum félagarnir. Nei, voru þeir ekki rændir þínir með hana? Já, bara aftur, dómaraskandal 2 leiki röð. Já, galegt. Það vantar skotklukku í íþróttina. Það vantar náttúrulega reglur líka. Bara svona almennt. Og það vantar margt. En þetta var svekkjandi í gæri því að þú veist að Þú hlýtur nú að vera mættur á völlin svona. Nei, ég var fastur heima. Ég gata það ekki. En ég mætti næsta leik. Það er mikilvæga leikur sem er núna á sunnudaginn held ég. En drengir, áður við höldum áfram með þetta allt saman, þá þurfum við að tekla Eurovision í gæri. Við verðum að fara yfir stöðuna. Djúvill var þetta svekkjandi maður. Já, þetta var viðbjöður. Sko, það var mjög svekkjandi. Ótrúlegast í þessu ég horfði á öll lögin. Við áttum langt besta lagið í gær. Ég hef aldrei heyrt hana eins og viðbjóð og var í gangi hérna. Hvernig gátu við ekki verið á topp 10? Því að þetta voru 15 leiðlustu lög sem ég heyrt. Ég get sagt þér af hverju við vorum ekki á topp 10. Það er bara 100% staðfest. Það búið svo fáir Íslendingar erlendis. Já, það er því að ef við værum stærri þjóð og það væri fullt af Íslendingum sem myndi búa út allan heim, þá hefur við komist áfram í gerð. En við erum ekki að fá votes frá hinum þessum löndum. En það er líka lítið löndana sem fara áfram og þú veist. En sko, ég held að þetta sé hérna. Erstu að koma með real talk hérna? Áttu við bara ekki að skilja það fráfram? Nei, ég held bara að við vorum óöfn með riðil. Einu vinur Finnarnir og Svíarnir og allir hinum megin. Nei, sko, þeir kjósa okkur. Skilur óöfn með riðil að menna að við áttum eitthvað vini. Þetta er allt líka. Er þetta bara þannig? Já, þú kýst mig og ég kýst þig. Þannig að það var mikið af löndum sem kjósa hvort annað og kjósa ekki Ísland. Þetta er alltaf þetta er bara pólitík þessi keppni svo allir vita. Og við vorum óhefn með riðil upp á það að gera. Ef við verðum með Finnum í riðli og Svíum og Dönum skora hærra. Ég skilji. Sko eins mikið og ég er á móti dómnefnd í svona keppnum sem er núna morgun. Það er bara dómnefnd sem er helmingur. 50-50. Já, dómnefndina er helmingurinn og það er svona yfirleitt þú veist, ég er á móti því. Þetta eiga bara að vera votes. En í gær þá hefði dómnefnd hjálpað okkur. Já, það var bara dómnefnd, nei, það var bara votes í gær. Já, við hefðum komist áfram hefði dómnefndir í gær því að við vorum bara, þú veist, við vorum með áberandi sem var hlustandi á það. Við vorum með betri lögum en í gær. Ég er eiginlega 100% að við mendaði í 11. hana. Ég er eiginlega til að En svo er hérna líka orðið staðfest að hvað hétt hljómsveitin sem varst í? Muscle Club. Mercedes Club. Við séum hvað búin að gleyma hvað heitir það. Við erum virt hljómsveit. Er það? Já, mjög. Ég myndi ekki svona hún hér. Valur Sport var umbara. Akkur ekki búið að fljúa ykkur út til að vera með atrið og svona svo daða og þau. Mercedes Club. Þetta er bara góða bútur. Það er svolítið langt síðan að við vorum að það. En þú náttúrulega gást út lag síðan Muscle Club. Já, Muscle Club, já. Þessna var það reglast. Mercedes Club. Nú er búið að staðfesta að þið gætu tekið þátt aftur af því að þið þurfu ekki að spila hljóðfærin ykkar. Sáu ekki, það var svona sjálfspilandi píanó í gær. Svona Egil gæti verið á keyboardinu og það er bara sjálfspilandi. Það er allt á playback í Eurovision. Er það? Já. Þannig þið hefðu getað frá út. En þú verður að syngja samt. Þannig að kveikt á mækum en það er allt playback. Er allt playback í Eurovision? Já, bara playback. Þannig að liðir sem er að tromma og allt það eru að þykjast. Það er bara þess að ég get alveg verið að tromma þannig sko. Og ég tromma fyrir það.
Nei. Ef ég þarf ekki að, ef þú hefur trommusetti á mute, þá get ég tromma líka fyrir þig, sko. En ertu 100% þessi, það sé ekkert live, engin live hljóðfæri í Eurovision? Ég fór næstu út að keppa fyrir Ísland, sko. En ég var alveg búin að kynna mér þetta, hvað er þetta að læra á hljómborð að það er frúið þetta? Talandi það er að frétta Messetisklubb, við hefum ekki rætt það band lengi. Eru það ennþá öll í bandi og hittist og svona og... Ég bauð CRS4 í exit-afmæli mitt á morgun, sko. Hann að fara að mæta. Þannig að það er þessi gaman að henda honum bara svið. Hvernig fáum við comeback frá Messetisklubb? Við getum fyllt Laugardalshöll ef við myndum hendi comeback, sko. Þá er að ræsa út gasmanninn og ég veit ekki hvað hann er. Gasmanninn getur verið liftað núna bara ykkur í gimmi og veski fyrir þess vegna, sko. Ég held að þetta bara í erfiðleikum að fylla staðaskala, sko. Ég er ekki vissum að ég geti fyllt höllina núna. Og ég held Rebekku í, þú veist 7-8 ár. Ég þarf að ræsa Vallarsport út. Hann er entrepreneur núna, markasetting að setja í hvað það er, sko. Er ekki með Pipar? Ég var til að sjá VH1 Behind the Music Messetisklubb. Hvað eru þau öll að gera núna? Hvernig, þú veist, af hverju var þessi páskatúr eitthvað, það hefi ég að þið bara... Ég er á klukkulösi skrifstofu, þannig að það getur svona að hvað ég er. Og ég er endur á FM, sko. Ég myndi segja að maður hitta mig hér, sko. Ekki inn í sporthúsið þetta á klukkulösi skrifstofu, sko. Það er alltaf að gera ykkur þáttum okkur, sko. Þú getur farið yfir hérna þegar það var einhvers vitleysingur sem setti hljómborði í samband hérna á Blönduósi. Og Leður hans, hann er að stjórna svona virtasta Spotify Jam playlista landsins sem heitir Leður. Já. Það er sem hann er að gera í dag. Svo spilar hann póker og hristi sig, það sem hann gerir. Herru, það er gaman að því. Við erum með þrjusu þáttangur í dag, kæru hlustendur. Það er nógum að vera, sko, það er klefi. Í fyrsta sinn í langa tíma, við fórum í Alnafna with a twist, því að Steindi vildi meina að hann væri búin að vera æfa sig sem Smári litlistrákurinn sem kom nú oftast í leiðulegum sögum. Ég er búin að mastera hvernig ég breyti mér í Smára. Nei, samt ekki, en jú, þið heyrið það hér á eftir að þá kemur Smári í Alnafnanum. Ég heyrði Hjöppa, talandi Eurovision drengir, þá náttúrulega sendum við alltaf Hjörvar Hafliðason út og hann er staddur í Liverpool núna og ég hringdi hann fyrir í dag að svona tjekka á bara hvernig stemmingi var í hópnum og hvernig hljóðið var í mannskapnum eftir þetta saman. Og það verður gott að heyra í Hjöppa, Eurovision sérfræðing F95 Blö. Myndurinn fyrir Cash er á sínum stað, spurningakeppni Gilsarans. Hvað eru að vinna með þar? King of Eurovision, eiginlega segið sjálf, sko. Hefur hún verið áður? Já. Ok. Sko hver var hann síðast? Svolítið síðan. Já, ég veit ekki alveg hvernig við erum að vera King of Eurovision. Það var jafntefli síðast. Hvora er keppt í Eurovision? Já, þetta er keppt bara. Hvað veistu um Eurovision? Og hvor er meiri Eurovision kall, skilur. Það er bara þetta. Ég skilði. Ég ætla ekki að gera lítið úr keppninni, en ég hef engan áhuga að vera King of Eurovision. Sáu þið í keppnum en að sáu þess að herferð frá Loreen á Íslandi. Hún er vitt fá 12 punktar frá Íslandi. Þannig að hún er með herferð, líklega ykkur einasta landi, sko. Hún er með sama shit í öllum löndum sem hún gerir á Ísland, sko. Hver var herferðin? Hún er ekki opnað fjölmiðla undan þann daga. Nei, ég hef ekki séð þetta. Hún elskar Ísland. Já, menn Hvar var þetta? Hvað okkur færðu það þig? Elskandir Ísland? Já, hún elskar Ísland á lífunu. Hvar sér maður þetta? En betur hvað okkur ætti hún ekki elskar Ísland? Hún er frá Svíþjóð. Já, þú veist, hún er alltaf elskar Ísland bara svona út af því að, þú veist, það er keppni á morgun og það er 12 punktar, sko. Ég ætla að hugsa líka svona, þetta er svona timing svolítið, þetta er 1 dagur í keppni og allt í hennu elskar allir Ísland. Já, sko, Finnin var líka að segja að hún langaði ekkert meira en að koma til Íslands, hvað er hann þá að ljúga líka? Og líka sá hérna, þú veist, svo hún sagði hérna bara, setja viðtalið. But yeah, I think I'm just gonna say good luck, lycka till. Okay. And you're probably gonna get a lot of votes from Iceland if I know my country correctly. You know, and we are fan of you being a fan of Iceland. I am the biggest fan of Iceland. I get goosebumps. Like I want to go now, you know. Já, mér finnst það bara fallegt. You know, come this summer. Þá fái gæsahúð þegar hún heyri Ísland. Ok, heldur að það sé correct þegar hún heyri Ísland og bara Ég meina hvað hún að segja ef hún er í viðtali hjá Íslanding auðvitað segir hún ekki bara Ísland Ég hef engan áhuga að fara þangað auðvitað myndur hún alltaf segja auðvitað segir og hörðu ég hef heyrt frábæra hluti og ég hlakka til að koma en hún fái gæsahúð. Já, svo er myndurinn fyrir Cash þar á sínum stað bara Steindi, hvað ert þú með í dag? Ég er með How Do You Do Fellow Kids og það eru Ég var ekki eins og með það á handrið Það eru rosalegar núna
Það eru eiginlega bara frekar svakalegar, myndi ég segja. Þetta eru svakalegir frasar sem er komið inn. Ok. Og svo Er ég líklegur í dag? Blöð að fara að vinna þetta? Nei, þú ert líklegur. Svo erum við kortmyndur frekar og máva. Ég með 3 lið þetta. Máva líka? Nei. Við lóksum mávar aftur. Nei, ég get Það er ekki lengi. If we have time. Ég ætla bara að segja. Ég er líka að séð á meira undanfari. Þeir eru verið meira ábyrgð allt í Herru, Ég ætla þetta svolítið if we have time, sko, fyrir mamma. Sáðu Felix Bergsson í gær? Já, Felix Bergsson had a hell of a goddamn time í Hann var gær. ekki það maður, ánæði með hann. Ég ætla bara að segja þér eitt blöð að Gústi B er með þætti hérna á undan okkur millir 3 og 4 Já. sem þetta Feriparty. Já, koma liðin í gýrin fyrir okkar þátt. Það sem hann er það er bara bara geggjað. hann er bara með DJ concept að keyra lið í gýrin. Hann spilaði mávar á. Já. Ég heyrði það í útvarpinu. Já, ég skal Það spila er ekki eðla lægi. gott lag. Þannig að mér skrýta ég mig ekki fyrir mávar. Og líka það er svona, nú erum við í stemningu. Það er Eurovision helgi og allir að fara að mökka sig og allt þetta. Þannig að við erum með góða tónlist í þetta. Já, við þurfum að vera í gýri í dag. Þetta er ekki að spila neitt samkvæmt playlista Richard. Það verður skil, allavega ein máva spurningstrákara því að þeir eru núna með svaðalega pláu hérna í kringum okkur í öllum nágrannlöndum og það er Eurovision, við erum að fara aðeins yfir Evrópu. Þetta er reyna að koma máðum inn í gegnum Nei, Eurovision. ég er basically að segja það er Eurovision þema í máfum. Já, ok. Talandu þema, Geggjað. þá er líka 80s þema í Keiluhöllinu eins og við höfum komið inn á og 80s pizzan hjá Shaken Pizza er að gera allt vittlust. Ég er búin að heyra hún sér hrigalega góð og svo er King Herbert Guðmundsson annað kvöld nei, hann er næstu helgi, fyrirgefi. Já. Big Herb. Já, við getum verið að fá Big Herb bara í þáttina áður með balli. Ég gef mér það bara að Joe er með Eurovision í partí núna á morgun. Það er staðurinn til að vera á þegar það er eitthvað í gangi með Keiluhöllin en við ætlum að fara núna í dagskrárliðin lagið í Hyundai Coupe. Hyundai Coupe lag dagsins drengir. Það er gott, þetta mun koma ykkur óvart því að ég var alltaf að hugsa bara hvaða lag var ég með á rúndunum og svona en svo glemdi ég einu lagi sem ég hlustaði rosalega mikið veist það, 10 ára tökkunum drengir það er búið að vera flækjandi fyrir mig núna nú er ég að flakka hérna á milli skjáa og það er ekki 2 mís eins og var alltaf en I think I got it. Þú eru átt á því að ég var hérna þegar að Kristín var að kenna þetta og það er einu mús á alla skjána núna í staði fyrir 2. Já. Hún var að vera einfalda kerfi. Nei, það er bara mikill munur. Það er alltaf verið að throw some curveballs á mig hérna. Þetta tekur nokkra mánuði að matta þetta. Þú eru átt á því að það var verið að einfalda kerfið. Steindi, kanntu að taka hana? Komdu hinni með henn og prófa hann í mínusæti einn dag. Þú gætir þetta aldrei. Dragðu músin yfir á miðjuskjánu, ítt á play. Ég var að því. Já, ég heyri lagið. Nei, þetta er lagið sem var hérna undir, ég er bara að setja heitlagið á. En það fór flækjað og svolítið fyrir mér en ég næ eins Herru, hvenær megum við spila eitthvað lag sem við vorum að rúnda með? Ég er með rosalega lög sem ég var að rúnda með. Þú eru bara að vera með þér eigin lið. Þetta er bara, herru, hætt að gefa hatur á Hyundai Coupe-lagið. Kottu með eitthvað gott núna. Kottu með eitthvað sem allir þekki. Ekki hérna bús. Þetta er lagið sem ég var alltaf með í gangi eftir að sko mamma og pappi skilja og ég þarf að flytja suður og var alltaf að fara norður og þetta er lagið sem ég botnaði í rauðum Hyundai Coupe og leiði út á flugvöll vitandi ég var að fara upp í flugvöll að fljúa á Söðagrók að hitta mína bestu vini I said maybe tilbúinir veitu hvað er að gerast núna af hverju þetta átti að vera geggjuð byrjun þetta kerfi er einfaldar en það var þú byrjar að syngja lagi og verður fullkomið að byrja hvað getur verið að gerast þetta núna þetta er allt rétt, þetta er rétt 12 þetta er á on hérna, má sjá 13 ár á tökunum okkur kemur þetta ekki það er ekki að lið sem að hlusta sem ekki 13 ára getur við vinkað einhverjum hérna í gegnum rúðuna ég skil þetta ekki, það er allt rétt hjá mér þetta ekki að vinka neinu stund, það er ekki að horfa en þú prófar að þetta kemur ekki inn íta sleða upp hvað, veifaði bara hún gæi grænum ból hægt að veifa bara öllum þetta frammi beðið einhvern að koma að hjálpa okkur þessi gæi er ekki að vinna nei, ekki hvað er að gerast hérna? Sælinur, kannt þú að græða það? Okkur kemur ekki inn lægið, hvað er að gerast? Þetta klúra þessu You're ruining moving day Þetta átt að vera svo geggja Já sko ég þarf hjálpum hann er nýbur að vinna hann kann ekki betra á þetta en blöð okkur er það flækjand alltaf maður hvað er að gerast hérna? Það basically var ein mús í staðinn fyrir 2 Íttu bara á play Það er á play Okkur kemur þetta ekki inn Þá setur þú voljúmi upp Já ég með það Einu munun er ein mús og slekkur á mute Það er ekki á mute Er Kristín okkur frammi? Það var eina sem þetta var lausnin mín Á ég sagði ekki að Jóhannes eða? Nei þetta er náttúrulega búið að eyðileggja mómentið mitt í þetta maður Ég var búin að tala þegar ég var að fara að fljúa Það verður skammablöð Syngdu lagið Jöfull er þetta óþægilegt maður En ég get talað með hvað með að redda þessu Ég veist ég er bara með hérna þetta lag undir Ég ætla að vera þessa helgi Ég get ekki spilað á Spotify Ég ætla að vera þessa helgi bæði kvöld á morgun sem Felix Bergsson var í gær Það setti nýja standard á have a hell of a goddamn time Já, hann var geggjaður sko Hann var líka flottur í svona hvítum jakkafutum tók hann bara
sporið og bara Hún bara leittist ekki í eina sekund. Þú veit ekki, hann var bara í Liverpool á staðnum Þetta er óþálandi, ég er ekki að ná þessu hérna sko Kallaði bara á Hvað á ég að gera? Ég bara, fyrst að það gera á það byrja að gera þig Þetta er ekki ég, það er alltaf verið að flækja helvits græjunar hérna maður Hefur að prófa að heyra í hérna En Steindi, hvernig ferð þú ekki fram og nærði eitthvað? Sérðu hvernig hann sveittur? Já, þú veist, ég er Mér finnst þetta ekki að fyndið þú ykkur sko Nei, við ferum Mér finnst það mjög skemmtilegt Ef bylgjan ekki komin að djúpt í partí þá getið aðtölustir Hvað var ég að íta okkur takka hér eða eitthvað? Hvað er að gerast hérna? Þetta var alltaf bara svona Þetta er bara allavega, fólk veit að þetta er ekki mér að kenna og þetta er ekki Steindur að kenna Nei, þetta er ekki heldur mér að kenna Og það er búið að eyða ekki allt moment hérna og allt með djöfull er þetta pirrandi maður. Já, þú að taka hana gamlega Já, okkur fæ ég ekki í gegn hérna Ég er búin að hækka hér, þetta á að vera svona Þetta er alltaf rétt eða ekki Hvað segirðu? Mögulega Byttu, nú heyri ég eitthvað Það er allt moment Nú heyri ég eitthvað, byttu, ég heyri eitthvað Já, það er í önnu lagi Okkur kemur þetta ekki inn Lagi kemur ekki inn núna Þetta er alltaf rétt hjá mér Gaman að fólk fái svona beint í aðeins Þetta er lélegast út af allra tíma Nei, þetta er skemmtilegt Fólk fæði svona vesen Það minnir mig því að með skólaútvarp í Gaggo Mós sem við FM Einar sem við Dóri og Kristján Sturla vorum þætti Ómar og X-inu komin hérna Bræði og Bilginu Það skilur enginn hvað að gerast Ákveður kemur ekki lagið Það er allir komin hérna Nú er gott að þrái að vera þá að vinna henn Herðu, en að taka þátt Það skilur enginn neitt Nei, en að taka þátt með einhver lög Þetta var prófa eitt og play En þurfum við eitthvað lögstraka Getum við ekki bara að spjalla saman Þetta er alltaf rétt líka Nei, við getum ekki spila lög og verðum að spjalla Við sjálf sko Það eru drengir, það er verið að pakka ykkur saman Það kann enginn bjarga þessu Ég vildi eftir hérna núna eitthvað vídeo af þessu Það voru svona 8 náungar hérna að finna út úr Herðu, Spotify er auðvitað tengt heim til Richie Þannig að núna eftir að spila þetta heima hjá The Richards Þetta er á mínu Þetta er á mínu Spotify Þetta spila þetta heima hjá The Richards Þá er þetta að spila þetta heima hjá Rachel núna bara Nei Þetta kemur ekki Herðu, jæja, þetta var frábært Þetta var skemmtilegt Höfum ekki ágjörð þessu Þá veit ég ekki bara Þarna hægður þér Já, strákar, slökum aðeins á Þetta er ekki gaman Sko hægður Fyrsta lagi er þetta 13 ára tökkunum og í öðru lagi, ef við ekki bara fara í lið Nei, við erum ekkert að fara í lið Við erum að setja á lag hérna En getur þú spila að FM-græjunum það? Já, ég er að spá að setja bara á Draumum Nínu í staðinn Varst að hlusta það í kópnum með? Nei, ég var að vanga þetta á sín tíma En þú varst að þetta er svona beint eftir skilnaðinn Herru, ég datt bara úr gýr Herru, Nína Þetta er ekki hjóndaði kúplaði Þetta var bara reddun hér á síðustu stundu Því að græjutun er að Já fokkið okkur Kongurinn er komin Herru, þetta er bara Já, en Ég fekk allavega sendt frá konunni hérna Lolla og þetta tæknivesen En í guðana bænu talið eitthvað annað En hvað? Já, tæknivesen En tæknivesen Já, ég veit það Hættu að tala um það núna Nei, ég sagði, ég hef ekki bara farið í lið Já, það kom það næstu lið Það er slúður hér í FNÍ Blöð Og sko, ég er með ágætis pakka Fyrsti móli dagsins er Tom Cruise Egil. Já, takk. Það er stórt Hann er skotinn Ég sá fréttina Já, hann er skotinn í Shakiru Og hann ætlar að ganga á eftir henni Eða fólk í kringum hann Þetta er svo gali dæmi með Tom Cruise Creepster Já, þetta er þannig að það er bara basically fólk frá vísindakirkjuna að segja henni að hann sé skotinn í henni Vistu hvað, ég er skotinn í henni Ég ætla bara að ganga öttin Þetta er bara pínu svona eins og þú varst í 5. bekk og að segja vininum að fara að segja Herri, fara að segja henni að sé skotinn í henni En hefur hann hitt hana? Já, þau hittust á formúlunni En þetta er náttúrulega þannig En þú veist, en reyndar það sem ég pikkaði út úr þessu var að byrja aftur með skotin í Já Mér finnst það svolítið skemmtilegt sko Ég finnst það ekki Já, var það skotin í einhverjum? Já, þú veist Það er aldrei dáið sko Já, þú veist, það er búið að vera í dvala Það er búið að vera í dvala Maður heyrir ekki oft Hún er á lausu eða ekki núna Shakira, hætt með Jared Piqué Og Tom Cruise er líka á lausu Já, en því að svo er ég með nýjasta slúrið og heitasta slúrið Því að Tom Cruise, hann er ekki alveg nóg góðum málum Því að he's got competition Hún er búin að sjást upp á síðkasti með Lewis Hamilton sem er besti Formúlu 1 ræður allar tíma og tölvöld yngri og myndalegri eftir Tom Cruise Þannig að Ekki myndalegri en Tom Cruise sko Tom Cruise Hann er svona 30 árum yngri sko En svo er það the fastest man alive í bíl sko Bara Tom Cruise er ennþá í það lögulur sko Ég held að sé rosalega óþægilegt fyrir
einhvern að koma nálægt krús út af vísindakirkju. Það bara vill enginn toucha. Þú veist bara að lappa inn í einhver aðstæða sem þú engan áhugaður í, held ég. Þannig að, nei, það bara hannig. En já, hún Shakira og formúlu kall. Já, það enda saman. Það enda 100% Það bara klárt, þetta geggja par Tom Cruise og Shakira. Ég held að Shakira hafi lítinn áhuga á að vera með Tom Cruise. Ég held að það væri bara skrítið allt saman þó að ekki samt halda að ég hati Tom Cruise. Mér finnst alla myndina skoða. En hann alvöru sokk. Þessi vísindakirkja alveg galið dæmi Frábær leikari samt. Já, og svo að virðist vera Trouble in Paradise hjá Ben Affleck og Jennifer Lopez, drengir. Sást rífast á rauðadreglinum á frumsýningu og þau voru bæði að biðja hvort annað koma nær sér. Mér finnst eiginlega alltaf, ég hef séð svona 1,000,000 klippur síðan 2-3 vikur. Það sem eru að rífast. Já, þetta er svolítið þannig Það er vesen í paradís eins og við segja Já, en þú veist, eru þau ekki líka bara mannleg? Þau eru bara að tala saman og eru bara eitthvað, aðeins að, þú veist Þetta heldur mörgur yfirildi ofinberlega, En það er líka allt sem þau gera er Ég er að segja það Ekki þú heima við sófa Nei, reyndar Mér finnst ekkit eðlilegt að það væri bara aldrei töð Fólk töðar alltaf aðeins Þetta rífast mikið Við frúna þú út á the red carpet og þú leiðin út að borða Nei, við erum sem betur verið ekki mikið að rífast eitthvað En eitthvað svona töðið, inn á milli Já, töður alltaf leið En það sem að voru þau ekki bara í einhver smá töði Jú, það var fengin einhver til þess að lesa varir og rifrildi á rauðadreglunum gekk basically út á það Ben Affleck var að biðja hann að koma nær sér í myndatökunni en Jennifer Lopez var að segja nei, kom þú nær mér og hann fyrir að spurja bara hann byrjað rifrildi samkvæmt þessum manni sem var að lesa á varirnar Þetta er eins og við bara við og Rakel verðum á rauðadreglunum ég myndi segja, hvað er nær mér og hún myndi segja, nei, hvað er nær mér Ég bara svona, hvað kemur ekki það er rifrildi sem það er að tala En ég meina, svo náttúrulega erum við að hafa það frá einhverjum ókunnum manni sem las varir Já, sem er líka stórfurðulegt Þannig að þetta er ekki alveg solid Hann vinnur við það, að lesa varir fyrir slúður síður Já, ég meina Ég vissi ekki að það væri jobb sem væri því en það er þetta Steini, þú náttúrulega að þetta ekki fara endast Ben Affleck og J-Lo Hann gaf þessu, hann sagði núna munið þetta Ég hef alltaf haldið svolítið með því Það verður skellur fyrir Steinda Það er helviti accurate Já, ef það hætti að samla þess árið að næsta Það er skellur fyrir Steinda Hann sagði að nú væri þetta bara meant to be Rosalega flakkar er að það er bara allt rétt sem ég hef sagt og ef það væri einhver einn lítill feill þá væri þú bara þú veist, ég veit hvort að gera núna Máli er ég ekki búin að vera með allt Nei, ég er alltaf að segja það er svo augljósun hlut Herra, ok, ég spá að bensínverð muni hækka á næsta árið, drengir Hvað er ég, orðið Nostradamus? Þannig spárest þú með í slúðurum Ég er með stjörnulífið Það er einhver tveir einstaklingar sem er í tómu Jónegreið og í vesinu með áfengi og eiturlif og þú spáru endist ekki Hvað sá það fyrir? Já, eins og núna spyr ég til dæmis bara, þú veist ég get spurt þig bara eins og Kevin Costner Þau eru að skilja Þau eru að skilja Helvítis Það var óvæntur skilnaður Hvað er að skilja? Hvað er að fara að gerast? Hvað er að fara að gerast? Ég er nýbyrjur að horfa Ég var að byrja að horfa á Yellowstone sko, tjóðalega góð Hann er bara að byrja með yngri leikonu Já, ok, það er þitt slúður Nei, þitt gísk Það er gott gísk Það sé að fara að byrja með yngri konu Já, yngri leikonu Ég ætla að segja að þau takja aftur saman Wow Það er sko, ef hún neglir þetta Þetta kalla ég skilur blöð Þarna erum við að tala saman Og loka slúðrið hér í þessum pakka er af okkar bestu Britney Spears Það er, sko, það var að koma núna í ljósa löffræðingurinnar er búin að rukka um $6 milljónir Ég held, sko, greiði Britney Er enginn í kringum hana sem er ekki að svindla á hana? Það, mér finnst þetta svo ógeðslegt Það er alveg sama hvað það er Ef það er ekki pappinar, löffræðingar, það er allir að reyna að hafa minni pening og hún er bara ekki í hvað segir maður, state of mind til þess að sjá sína hluti sjálf sko Sumir lögfræðingar elska að skrifa út reikninga sko Já, þetta er bara viðbjóður að lesa þetta Herru, já Og svona fyrir framan heiminn einhvern veginn er þetta að gera sko sem er ennþá skrýtnara í þessu sko Ég ætla að sjá hvort það sé búið að laga þetta fyrir eftir þá kemur kúplaðið eftir maður sjá Já, það er búið að laga þetta Jóhannes kom að laga þetta En þetta var að spila kúplaðið núna Ég ætla að spila það eftir Við skuldum auglýsingar hins vegar núna Svo förum við hér í klefa og spurningkefni Gilsarans og fleira Eurovision, Hjöppi verður á líninu og ég veit ekki hvað og hvað Þeir eru að hlusta hér á FM 957 á FM 957 og við erum í gýr drengir enda Eurovision Helgi Egill á afmælið á miðnætti Það er Tindastóls Valur í kvöld Það er allt að vera og svo veit ég líka að
The Finals í handbolta kvenna byrjaði í kvöld. Ég held að fyrsta leikus í Vestmanni. Það er alltaf að gerast með þessu. Hvernig fer þessi leikur í kvöld? Þú svona þessi sérfræðingur okkar hérna í... Ég þóri ekki að segja neitt, maður, ég er svo stressaður yfir þessu. Já, mér líður bara illa. Þú veist hvernig, segðu bara hvernig það fer? Tindastóll vinnur með 4. Ég var mættur í síkið maður í síðasta leik. Já, ég eiginlega fann að halda þú sétt óvart. En þið þurfa að læra núna. Ég veit það ekki, ég tók með 10 tíma keislu fyrir stólana. Ég meðist eins og ég ætti að vera vígurinn inn og með a lot of respect. Hvernig voru komnir í beddan eftir það nótt heim? Seint. Nei, það er ekkert svo seint. 1? Já, það er bræðilega tími. Hvað, fluguðu heim eða? Nei, við bara kerðum nokkuð þétt heim. Er ekki króksar að læra núna? Ekki gera einum minni bestu vinnum, Chris Acax, reiðan. Ekki gera það. Þegar maður eða gera hann reiðan, þá pakkar hann eitthvað saman. Það var einhver sem gerði hann reiðan, sko. Það gengur ekki að vera viljandi olbúa og sér slapsóka í skilur og allt það atriði. Gera reiðan. Hann má eiga það. Hann er læra því. Hann er ekkert eðlilega góður. Hann er rosalegur í böskunni maður. Hann myndi vinna þig í one-on-one, stendi ekki lofa því. Hann myndi vinna þig í one-on-one líka held ég. Ég ætla aðalega vinna því sko. Hann myndi vinna ykkur þó þið væri 2 á einn. Ég held að hann myndi vinna okkur 3 á einn. Blöðarni segur, blöð æfðu hverju sko. Ég myndi láta Egil brjóta á hann og ég væri að sjöru. Þú hefur mér fyrir auðvitað línuna. Ég elskaði kallið mig. Steindi það bara að gefa okkur vatn. Þið kallið mig hérna ofmatsmannin. Blöð er núna vill meina hann sé að fara geti unni bara Kristoffer Eikóks í körfubáta. Ef við erum 3 saman og honum einum, þá ættu við séns. Þetta var æðisteilis á 2 móti einum sko. Já, bara ég og þú minnur. Þú myndir ekki vera að gefa á Stoneman sko. Þú veist, jú, ef það er alveg opinn. Sá er að hlæja núna maður. Þú var í frákostum Egil og að brjóta á hann og ég var að skjóta fyrir. Ég held að þú viljir hafa mig fyrir að tryggja stöðlínu. Nei, þú ert eini sem er hávaxinn á. Ok, hringdi koma bara á hann. Ó, komið bíf í lið. Ákveð fara hann ekki á línuna núna. Okkur hringir ekki hann. Í 100. Segir, þú skauðst ekki yfir Gumma Braga. Hringdu bara í hann. Hann er ekki mynd á þessu skoti. Hann er með duttu heima núna. Já, það er sem að gera það. Við ætlum að fara í... Er hann með duttu núna heima? Skal ég sko segja... Mundur fyrir cash. Og herru, ég er með góða spurningar í dag í Mundur fyrir cash. Þetta er ekkert eitthvað tengt mömmukar eða þetta er ekki mammikar eða pappikar eða... Það er bara frábært að vera með eðlilegt koncept. Já, það eru svolítið skemmtilega. Enga frængur heldur það? Nei, þetta er... Ég og laust. Já, þetta eru skemmtilega pælingar. Það var alveg verið ég og ekki eitthvað giftast frængu sinni eða... Nei, það var engin í því. Það var í bað með pappa sínum eða bara eitthvað eðlilegt. Já, það er vant sem var eitthvað eðlilegt. Já, ég hef sett það. Ég lofa að vera með svo 100 sinum. Nei, ég verið með einu sinni örgulega. Hann er bara að vera með það næst sko. Ég var ekki á honum hugmynd sko. Nei, hvað þyrftur mikið pening fyrir að fara í bað með pappa þínum í dag? Já, það veist, ef þetta er... Það veldur á hvernig bað þetta er. Þetta er svona Ásgeir Kolbeins lúxusbaðkar sem 5-6 manns kæmust í. Nei, ég er að tala venjulegt baðkar. Ég pass ekki í mitt bað einn sko. Ok, þú og pappiðin saman í baði heima á þér. Við getum ekki verið í því, ég verði óna á hann, ég myndi liggja óna á hann. Já, hvað ertu mikið bað? Já, það er óþægilega sko. Hvað er það langt bað? Þetta er sann pappiðin. Hvað er lengi baði? 10 mínútur. Og hvað er að gera, var liggja hann í? Hvað er það að fara að gera? Spjalla? Ég ætla að ég er óna á hann, þá er hann óna með þér, þetta verður ekki mikið verið það. Hvort myndur þú vera að bóta með að toppa hann? Ég kannski 10M. 10M? Það er eitthvað rugglaður. Ég myndi gera það fyrir 100 áskall. Pappiðin var ekki til það fyrir 100 áskall. Pappi fekk 50, þannig stattu núna á tenni og hann vant að efrur sko. Já, þú veist bara út á penisnum í pingluðu baðkari. Já, ekki pappi minn. Já, það er alveg sérstætt sko. Skiptir mig engum máli. Herru, ég ætla ekki að vera með svona spurningar í dag. Ég veit ekki hvað þetta gerist. Hann snéru á okkur. Þetta er mjög skrítið. Fyrsta spurning er rosaleg og nú verða að hlusta vel. Mundu þiggja 150 milljónir alvöru upphæð. En það er snýr sem að eldir ykkur það sem eftir er ævikar og ef hann snertir ykkur þá deyið, hann veit alltaf hvað þið eru og hans eini tilgangur í lífinu er að ná ykkur. Þetta er bara eins og myndin It Follows sem er frábær mynd sko. Myndu þið taka peningin? Sko, minn þetta er snígill. Ef ég færi til dæmis núna til útlanda þá þarf hann að fara með fram sjávarbotni. Nei, ég held að hann sé alltaf á svæðinu sko. Alltaf á svæðinu? Já. Basically, þú varst bara að forðast, þú varst að vera að fylgjast alltaf með hvort hann sé eitthvað stað nálægt. Já, þetta er alltaf með augun í hnakkan. Já, það er spurningi svo. Það er ekki að snigillinn þurfa að komast frá Íslandi bara með Íslandi er til það sem að þú ert sko. Þú veist, Blöðurinn búið bara að fýra sér upp í einni. Nei, ég sá þetta á netinu, mér finnst þetta svo geggjum spurning með 100 likes og eitthvað, ég held að þetta er gott. Já, ég er bara að velta fyrir mig hvernig ég var að svara þessu. Myndur þú þykja? Sníill eldi mjög allt og ég bara, þeir eru alltaf heldur hægir sko. Já. Og ég veit ekki hversu langt hann, ef ég er í Austurkór bara og sníillin þar, ég brunni bústað í bara Grímsnesi, ég myndi að segja að sníillin væri svona
20 ár að skrýða Byrgingsnes sko Já, ég veit ekki hvernig, ég er náttúrulega gæti ekki spurt netið. Ég held að hann sé alltaf ykkur starf í kringu þér Ég veit ekki. Ef þetta svipa á 1 follows, þá er þetta bara manneski sem lappar hægt. Ef þetta er þannig reglur, ef hann er alltaf náðalsmör segir nei. En ef hann er bara basically veist að hann er núna heima hér og þú getur farið eitthvað, tekur hann. Þá myndi ég segja já. Já, ok. En hvað myndir að gera eftir 20 ár? Því að hans eini tilgangur í lífinu er að finna þig. Já. Það myndi námur endan sko, til miður. Já, svo náttúrulega kannski bara eftir honum gamall og lúinn og bara leggst í jörðina og býður til sníklinu. Það geta alveg verið máli. Nú spyr ég ykkur bara einu hérna. Ég ætla að segja nei að það. Já, ég grunaði það. Innan ekki að sníla eftir. Nei, hún var ekki jafn góð í held. Herru, hér kemur einn góð. Þið fá 10 milljónur á hvert sentimeter sem er bætt við nefið okkur. Hvað bæti mörgum sentimetrum á nefið okkur? 10 milljónir. Hvað ætli nefið okkur sé núna? Hvað er þetta margir sentimetrar? Sko ég ætla bara, 1-2 millimetrar er bara þannig bara, mönnum bara, wow! Er það? Já. 1 sentimeter sko er bara, þú veist, út bara game over, bara þannig. 1 sentimeter út bara game over? Það er svona, þetta er ekki sentimeter svona? Jú, þetta er samt, bættu svo nefn. Já, þú setur hérna sko. Þú eru svo fugl, sko. Þú myndir allavega að setja 1 eða ekki að fá 10 milljónir? Nei, ég segi bara 0 og fá ekki krónu, takk. Í alvörunni? Í alvörunni? Það er í þetta. Hverju skiptir samt máli? Þetta er að vera tölvöld meir en 10 Ég myndi að setja allavega 6-7 cm að mér er drullu saman. Ég er bara hreinskilinn. Ég sko En þú veist þú ert mjög hugulegur núna þetta yfir að skegg og allt þetta svo með í gangi sko. En ef þú setur 7 þá ertu orðin. Nei, samt, er það mikið? Nei. Er það mikið? Þannig er bara það er svolítið mikið. Ég átta mikið á hvað sentimetri er. Ég bara sé ekki heldur alveg nákvæmlega hverju skiptir alveg. Hvað er þetta margir sentimetri sem eru hér? Nefið á mig frá 2,5 kannski? Já, þá er alltaf að setja allavega 1 á. Ég held þetta sé ekki 2. Nei, þú ert með svona 3-4 cm nef við allir. Já. Frá kinn og alveg upp á brotti. Nei. Þetta er ekki 1-2 cm sko, það er ekki hannig. Við vinnum að FM. Nú erum við ekki með málari steindi sko. Ég set hérna, nú ger ég bara svona set línu hér við þetta. Sjáðu, þetta er ekki, þetta er nefn að mér svona. Þetta er ekki 1 cm. Nei, þetta er alveg svona 4-5 cm. Þannig að þú setur engan og Steindi, hvað sagði þú? 7? 70 milljónir? 6-7, já, ég myndi ná mér í bara hrikalega flotta penning og ég sé ekki sponsum þetta. Ég er að hugsa 60M og setjum á sjá okkur það sigla. Ég er að hugsa sko cons að það og það er ekkert cons. Nei, ég sé ekki, þú veist. Nei, það er ekkert pros. Nei, en ég get ennþá farið í peysu. Ég get ennþá, þú veist, ég er ekki að reka nefið í allt held ég sko. Nei, alls ekki. Ég veit ekki, ég held þetta sé bara ekkert mál. Heldur þau hérna, þetta sé eins og að gerist í blöðkastinu þegar ég spurði hvað ég myndi rukka fyrir sáleikar og Steindi sagði 250 og ég ætlaði að millifæra á hann, þá vildi hann ekki gera það. Heldur þetta sé eins núna, ef við myndum safna 70 milljónum, þá myndi hann ekki setja á sig. Nei, ég held að það sé bara nákvæmlega hannig. Gæti verið. Hann er ekki að spila hennar leik nóg alvarlega sko. Þú verður að taka sér alvarlega. Já, ok. Ég segi hérna nei, út af því ég myndi ekki fara í þetta. 70 milljónum. Þú finnur þetta í tösku og segðu ekki setja 7 cm nefa. Það er aldrei gera það. Þannig að hann er að ljúga þjóðina. Já, ok, 7 5 cm. Ég hugsa myndi gera það. Það er bara, ég myndi gera það núna eins og staðin í dag. Það er sanngjarnt. Svo er það síðasta. Mundur fyrir cash. Taka bláa pillu og fá 100 milljónir. Bónurpillu? Nei. Ég hef engar áhyggjur. Ef þú réttir mér eitthvað svona töflu, ég tek hana alltaf far. Ok. Taka gula, leiðið mér að klára spurninguna. Ég var ekki að hugsa þetta sem Viagra. Taka gula pillu. Það er fyrsta sem þið hugsið þegar maður segir blá pilla. Það er bara stampinna. Ég hugsa pissupilla. Nei, bara venjuleg pilla sem er taka eina bláa, hvað er menna hugsaðið? Taka eina gula pillu. Nei, myndi taka eina græna pillu þegar var 100 milljónir eða taka eina bláa pillu. Nei, rauða pillu, sorry. Ekki bláa. Nei, ok, ok, myndið taka. Voru ekki Kamagra töflurnar grænar? Sko, þetta er heldur mikið af pillum og heldur mikið af litum, sko. Nei, ég ætla að byrja upp á nýtt. Ok, gleymi öllu sem ég sagði. Ok, ég búið að gleyma öllu. Myndið þið taka fjólubláa pillu. Shit, fjólubláa núna? Það er fucking... Mást með græna, gula. Já, því að svo sagði hann að það væri Kamagra. Ég er ekki að tala neina stampinupillu. Nei, fjólubláa er pure poison tabla. Ok, taka fjólubláa pillu, það er ekki í henni. Þið fáið 100 milljónir. Eða taka hvítapillu og þið verðið 10 ára aftur og vitið allt sem þið vitið í dag. Ég væri rosalega til í það.
Er það? Já, hefur ekki séð Back to the Future 2? Jú, en ég myndi, þú veist bara, þú ert faðir og þú ert orðin 10 ára. Nei, ég var ekki orðin faðir. Ég veit bara, þú fenn tilbaka. Já, það myndi ég bara vita nákvæmlega. Eins og núna, það hlakkaði ekki til að fara heim í kvöld og bara hitta dætuðinnar og eitthvað. En allt í hennu ertu bara 10 ára og þá veistu bara, ok, það er svo langt. Þá býður hann bara í nokkur ár. Já, þá fæ ég bara endur upplefa allt aftur. Mundur þú gera það? Já, myndir verða 10 ára aftur. Ég meina, þú veist, gáða eftir 10 ára krakki í heimi, sko. Auðvitað. Já, ég myndi að bara allt sportsbearing. Ég var í Moldríkur í dag. Já, heldur þú Moldríkur, hefur ekki séð Back to the Future 2? Segjum að þú með alla þína hæfileika og allt þetta wisdom og allt það og getur betta eins og vilt. Ákveð eftir að fara að vinna í sundlaugin og kynna Sigrúnu. Já, ég þyrfti væntanlega að vera á einhverjum réttum stöðum á réttum tímum svo allt myndi verða. Hann myndi sækja bara aftur sem baðvörður, skilur, sem hann gerði, benda þetta penis alltaf daginn og svo og þú veist eins og hann gerði, skilur, myndi bara gera það svo nákvæmlega saman. Sko, nema myndi betta síðan bara on the side líka. Já, sko, þú segir, þú veist, ég er nefnilega ekkert við sem ég myndi gera þetta. Verða 10 ára aftur, ég held ég myndi ekki nefna. Ég tek hérna pillun og ég fá 100M. Já. Má ekki bara taka þá pillu og hvað er það sattir það? Já, ég byrju þú sagði ráðan að fjólblapillan væri ekkert. Já, þú færið 100M samt til að taka hana. Já, það var ekkert í henni, hún hefur ekki áhrif. Nei, þú verður 10 ára aftur, vitandi allt sem þú veist. Ég sko, þú veist, það er alltaf 10 ára, þú veist. Alltaf leiðilegt að þú veist, líka svo skrýta yfir 10 ára. Tími líður hægt úr 10 ára. Spáðu samt hvað, fyrir utan hérna gambling og allt, spáðu hvað verður miklu betri í fótbolta. Þú getur lesið leikið miklu betri út, bara 10 ára, bara eins og inn í esta á miðunni, sko. Ef ég verið 10 ára, þá var ég náttúrulega heldur klár 10 ára gæi. Rosalega. Og ég myndi taka bussin, ég myndi græja mér á krókin, þá geti ég séð með berum augum þig á kúpnum. Þá varst þú með bílpróf. Ég veit það. Nei, kannski ekki beint bíl, 4 árum. Nei, þú svona skilur, ok, eftir 3 ár. Eftir 3 ár, myndi ég wow, það var, já, ég myndi gera það. Þú getur séð blöð á dínunni út á glugganum hjá honum. Nei, hann veist að vita nákvæmlega hvað dag það gerðist. Og það er líka bara eitthvað sem ég hefði ekkert viljað sjá. Nei, herru, hættu hann til dínu. Herru, þetta var myndur fyrir cash, drengirnir ætla að henda á sér nokk. Nei, ég ætla ekki að setja sentimetra á nefið á sér. En ég ætla að reyna fyrir Hyundai Kúpla í aðan, það gekk illa, það er búið að laga græðunar. Og talandi að sjá blöð að fá bílpróf, þá þetta eins og ég sagði í byrjun þátt að lagið sem ég setta á því á leiðin á flugvöllin alltaf á leiðinu norður að hitta strákana eftir ég flutti suður. Þetta er eitt besta Oasis-lag allar tíma og hlustið núna. I said maybe. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttul sem færa þér FM 95 Blu. Þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 við Steinti Junior erum ekki beinni útsendingu núna því að sko við erum konir í klefan og það bara í fyrsta sinni í smá tíma. Já, jú. Þú fór að hugsa það bara þegar við mættum með þetta inn. Sko klefin er búin að fá pásu. Góða pásu. Já, en sko ég nefnilega er búin að vera að æfa mig heima. Já, þetta er skrítnasta ástæða fyrir að vilja fara í dagskrálið sem að ég er. Jú, ég hef alveg gaman á honum en ekki jafn gaman á honum og þú sko. Nei. Og það er alnafnin. Já. Þú hefur mjög gaman að ringja fólk og þykjast heita nákvæmlega sam og þau. Já, og bara svona stytta helgina sko. Já, þú ert ekki að stytta helgina fyrir neinum held ég sko. Ekki? Nei, ekki nema sjálfur En þú vilt fara í þetta núna því að þú ert búin að vera að æfa Smára, sagður sem er alveg gali dæmi. Ég er búin að æfa bæði. Smári var aldrei inn í þessu, hann var inn í leiðilegum sögum. Nei, Smári litli. Smári í alnafna, hann var alltaf bara þú varst að segja leiðilega sögur og svo bara hefði Smári vilt tala við þig líka. Smári kom nú stundum inn í alnafna, það ekki? Það held ég ekki. En ég sko, þetta byrjaði hann, ég var svona aðeins að æfa mig líka bara og konuröttin sko. Ég er búin að æfa hanna og ég er búin að æfa Smára. Ok, ég bara, þú sagði líka, þú orðaði þetta helviti vel, það er svo langt sem ég fór mig klefa, en ég var til ég ætla bara að gefa þér lausan tömmin. Hvað viltu, viltu ringi eitthvað? Já. Og ætlar að taka alnafna? Já. Og henda svo Smára inn sem þú ert búin að ræfa? Já. Litla strákin? Já. Sem er ekki til en... Já, þú veist, nei, hann er ekki til en hann er Má ég heyra hvort hann sé hann betri? Nei, ég heyra bara í síndalinu. Þú heyra bara í síndalinu, ég er búin að æfa hann og máli er að, þú veist, í rauninni er þetta bara þannig ég ringi bara í alnafna, þú veist og Smári er náttúrulega búin að vera í leiðilegum sögum en með minnir hann hafinni þú veist, í rauninni er þetta bara stór merkilegt þú veist, það er bara alnafnar svo er ég með þú veist, barnabarnið á kantinum Já, þetta er bara frábært og Smári vill eðlilega heyra í einhverjum sem, þú veist, heitar að Sam og pappi sinn Þetta er bara eitthvað sem að mér langar að hjóla í bara sem fyrst Ertu með eitthvað draumanafn? Ertu konu eða kall? Ef við ekki að byrja á kallmanni Ok, hvernig listur á Hafþór? Ég held að það hef ekki verið hjá okkur Mér list bara fárlega vel á það Jó, hvað Hafþórar mæta hann upp? Ég finn eitthvað góðan handa, maður sjá
Ég þarf að vita bara hvað hann heitir fullu namni. Hafþór Karl Barkarsson. Hafþór Karl Barkarsson. Hún á Akureyri. Tilbúin. Já. Halló. Já, góðan daginn. Það Hafþór? Já. Hafþór Karl Barkarsson? Já. Já, ég heiti sem sagt Hafþór Karl Barkarsson og tók eftir að við erum alnafnar. Já, það ekkert annað. Nei, ég sá þið bara var að fletta já.is bara í kaffinu minn. Ég var að fá með smá svona smörrebröð og eina Viceroy. Nú, skemmtilegt. Já, það gaman að þessu. Hann verið þið á Ölveri kvöldi, eða hvernig það? Ég veit ekki. Við erum að reyna einhvern annan. Við erum að finna einhvern í hann. Já, þetta eitthvað versti liður sem ég heit. Það ekki? Ég alveg sammála. Hafðir ekki gaman að þessu? Já, ekki laga mann. Passar þetta ekki brjóta upp á daginn? Hann að tala að liðurinn sé bara leðilegur í FNÍFM blöð. Nei, hann ekki að tala það. Jú, og það ekki Hafþór. Jú. Hvað vitlis þetta? Ég að segja það. Hann er 1 milljón. Við ætlum að prófa eitthvað annað. Ok, bye. Sá að leðilegum maður. Shit. Hvað heitir þessi? Hafþór Helgi Einarsson. Hafþór Helgi Einarsson. Já, Hafþór. Já, halló, það Hafþór Helgi Einarsson? Já. Sætla blessaður, Hafþór Helgi heiti ég og Einarsson líka. Og mér dætti í huga Þetta Hafþór líka? Já. Nú? Já, og ég ætlaði nú bara svona að taka stöðu. Ég vissi ekki af þessu, reynlega. Vissið þú af þessu að þú ættir alnafna? Nei, það vissi ég ekki. Ertu ekki Helgi og Einars? Jú. Já. Hafþór Helgi Einarsson. Já, mér varst þetta. Og hver ertu fættur? 66. Já. Út aðeins yngri en ég. Já, hvað er þú gammal? Ég fættur 62, þannig að munar nú ekki miklu á okkur, sko. Ertu fyrir austan eða ertu fyrir vestan? Ég er nú bara Reykjavík, sko. Já. Nei, ég var nú bara í smá kaffi í vinnunni hjá mér og ég er að vinna sjálfstætt og var bara í bakkelsi og var Viceroy og fleira og hugsaði á ég alnafna og ég flettiður upp og ég fann þig og varst þetta á já.is bara. Já, ok. Ég held bara að þetta eitthvað að djóka, sko. Ég nefnilega hef ekki séð neitt sem heitir þetta, sko. Já, mér finnst þetta bara svo skrítið. Ég hafði ekki séð neitt sem heitir þetta áður, sko. Ég held ég væri svo eini. Já. Og sagðistu vera bara hérna í Kópavogum eða í bænum eða hvað er þetta? Já, bara í bænum. Í Reykjavík. Já. Herðu, ég er með strákin hérna. Ég er að passa með barnabandið. Já. Sko, honum finnst þetta svo skemmtilegt. Ég var að segja honum frá þessu. Já. Mætti ég aðeins leiða honum að heyri í þér? Smári minn. Hondu hérna. Já, halló. Já, hæ. Hæ, Smári heiti ég. Heitir þú að sama afi? Já, hvað djók er þetta heila í gangi? Nei, en byrju, heitir það sama afi? Ertu jafngamall afi? Já, nei, hann er ekki svo gott. Segðu bara hver ert núna. Þetta er komið gott. Já, afi. Það talaði nú við nafnan. Og hvað er þetta að gera? Hvað vantar þig? Hvað ert þú að gera? Ég? Á ég að segja það núna? Já, ég bara spáði hvort þú vildi koma í tölvuna eða eitthvað. Hvort þú vildi koma í tölvuna? Já, heyrðu, hvað er í gangi? Ég ekki bara að segja hver þú ert bara. Það var bara gott, sko. Smári heiti ég. Já. Smári litli. Já, ég Smári. Afi sagði að þú væri heita sama hann. Segðu bara hver þú ert núna. Þetta var fínt bara. Afi sagði að þú væri Hafþór. Jókið er búið. Hafþór Helgi Einarsson sagði afi. Og þú værir bara spáði hvort þú vildi kannski koma í tölvuna. Já. Hefur eitthvað náttúrulega að því? Þetta er frí í skólanum. Já.
þetta ekki bara orðið fínt? Jú, eða bara keyra eða eitthvað, gera eitthvað skemmtilegt bara með mér og afa. Halló Þetta er lélegast að segja. Þetta er lélegast að segja heist. Ég veit ekki hvort það sé bara galsi eða eitthvað. Ég bara næsta steindi. Þú ert svo vitlaus stundum. Hann var löngum búin að fatta þetta var að. Hann var alltaf að segja bara hættu sér ekki að þú alltaf að halda áfram með og smára hann það. Býta heldur hann að þið fatta þetta. Hann fatta ekki þetta. Það er eitthvað ruggla. Jú, Þetta fatta hann það. Hann alltaf að segja bara það eru tjókiði búið. Já, ég held samt hann að hann trúði alveg að þetta væri eitthvað smástrákur. Smári 100%. Ég er búin að æfa hann. Ertu bílað? Heldur hann að ekki fatta þetta væri bara eitthvað Ekki sami maður. að sjálfsög. Nei. Ok, ég sé Þú ert ekki að grínast. Ertu ruglað? Ok, tjekka að segja það. Já, þú meina, já, ég Nei, þú ert ekki Þú ert ekki svona vitlaus. Nei, ég var hérna að fá mér hérna væsróði. Þetta fatta hann þetta væri þú eða bara eitthvað að gera aðeins þér. Auðun, heyrur munin á þessu hérna. Nú er ég að tala við þið svona eða, já, halló. Já, það er bara alveg svo að gera svona. Og senni Þú veist, þú mútt samt alveg fatta þetta að. Ég var samt búin að æfa smára að maður. Nei, hann var nákvæmlega eins Er það ekki ein kona? Nei, þetta er bara Þetta er komið gott. Það? Já, þessi liður hann næri ekkert lengra þetta. Já, halló. Já, einmitt, þetta er ástæðan fyrir öllum ekki það. Þetta var alnafni og Hanskot, ég er nú bara ekki ná. Ég hefði helviti gaman að þessu. Það er skrít og þetta var. Þú ert svo vitlaustundum. FM 95 Blu á FM 957 í samstarfið við Dynout og Loopmint Mania Merch. FM 957. Árið það eru Loop og Dynout sem að færa ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 og talandi Dynout drengir að þá er Eurovision pakki í gangi hjá þeim núna. Þetta farið inn á dynout.is /Eurovision þá fáið 20% afslátt af öllum takeaway bökkum, þannig að þetta er fínt fyrir annað kvöld. Það er rosalegt. Wow, Það er alveg tilbúð. Hægt að fara bara inn á dynout.is og skoða allt sem er í boði þarna, því þetta er ekkert bara lengur að panta borð út að borða. Það farið inn á dynout.is og tjekkið á þessu, elsku hlustendur. Já, við erum að gefa fólki afslátt fyrir annað kvöld og talandi annað kvöld Eurovision. Það er Eurovision gýr í landanum þó að við nú ekki komist áfram í gær og það er komið að spurningakeppni Eurovision, spurningakeppni Gilsarans sem er einmitt King of Eurovision, eða ekki? Já, rétt. Já. Hún hefur verið áður og þið hefur gert Ég man ekki eftir henni. Nei, það sko, hún hefur verið nokkuð sunnum en ég var ekki nú duglur að skrá niður hvernig þetta fór þá sko, en allan að 2001 var ég aftefli. Ok. Ég var alveg til að vera King of Eurovision. Því að þá máttu vinna þetta mín vegna. Hvað? Ég meina, auðvitað viltu vera það, ég meina, við vilt keppni. Ég er eiginlega bara ekki svona Eurovision perri sko. Smist fínt að horfa á þetta ef Íslandi en ég er ekkert eitthvað degi og spenna morgun þegar við erum ekki sko. Nei, það er það skemmtilega að vera með sko. Ég elska finnska lagi það mikið. Þetta væri gaman að sjálfsögðu að Íslandi hefur komið áfram, en ég er eiginlega jafn peppaður. Og Ísland, skemmtilega það eru verið, jú, vissulega, en ég er eiginlega skítið í mig yfir Eurovision á morgun sko. Það er Eurovision aðdáðandi. Út líka með ammali og svona. Ég fylgist með þessu og ég er að horfa á YouTube þar sem fólk er að reakta á vídeóin og það er eiginlega ekki YouTube-vídeó sem hefur komið sem einhver við er að tala um Eurovision, ég hef ekki hort á. Ég var að horfa á þetta allt. Sko, reyndar gef ég ekki það, hann er alveg all in í þessu. Hann hefur helviti gaman bara að þessu öllu sko. Svo þetta er merkilegt. Það er ekki neitt, það er fullt af Íslendingur sem er í þessu. Já. En jú, King of Eurovision. Já, sástu líka svara hreinskilin allavega. Sástu Felix Bergsson að gera? Já, hann var ekki í þessu. Hann hefur gaman á Eurovision líka sko. Ég er ekki svo eini. Áhugi minn er að aukast á Eurovision. Kannski eikst þetta mér þegar krakkatinn enn að horfa. Ég þurfum að vinna þetta líka, þú veist. Og næstu því Johanna, senda hann aftur. Selma Björns var líka. Normaður á svona fiðlu þarna. Já, Selma og tætt líka mann. Hver vann þegar við vorum álaður að lög? Var það Lordi eða? Lordi tók það 2006 eða ekki? Nú, ok. Herru, byrjaðu þessu. Sko, þið viljið vinna þetta. Þú viltu vera King of Eurovision, Steindi, er það ekki vinnið það núna? Jú, ég vil vinna það. Megstu í því í gær út úr spenning þegar þú verið að tilkynna úrslitin? Nei. Ég var spenntur, en ég meig ekki í mig, en ég var alveg spenntur, ég var mjög mikið að vona að við værum með á morgun. Þú megst næstu í því til að gefa það bóta. Nei, voru hvorið að míga í okkur. En ég var sko,
ég held svo með henni fyrir hennar hönd ef það meikir eitthvað sens, ég var stressað fyrir hennar hönd og hún var að syngja og svona, en ég var ekki að mig í mig. Málega að böggaði mig leið og hérna við sáum að Estonia og Albania, því að þú varst búin að segja okkur að þetta væri annarkort sko Albania, Estonia eða Ísland sem myndu koma að inn. Og þegar þau voru bæði komið þá var það dögt. Þá var maður svo pirraður og ég var að vinna þessi lönd. Já, og ég var helvítið spenntur hérna í síðustu 2 löndunum sem var að Já, ég bara, þau eru komin út þarna búin að vera 10 daga í áluru peppi og þau auðvitað drefleðilegt. Og líka sem er ekstra þreyttu þetta er að þú veist, þetta væri besta lagið í gær 100% og þetta er bara okkur óheppið með riðil. Já, ég var alltaf að segja ykkur, ég hef aldrei séð bleðileg lög á voruðan í gær. En það er eins gott að Danir neld okkur allavega hana í 12 í gær sko. Já, veistu, því að annars fer ég ekki eftir þetta Danir þeir eru ofta leiðindi við Íslandinga. Almenn leiðindi. Nóttu þeir eru vinir okkar í gær. Eins gott að þegar þú höfum dottuð út. Já, þeir hafi ekki okkur tóm. Þegar Stífur er gerð umberð þú vilja sjá hana fullt hús. Annars tökum við bara í blökastinu eða hér, við ringjum til Danmark. Munum við sjá hvernig Stífur voru í þessu? Já, undarkeppni, já. Það er gefið út sko. Bara eftir lokvöldið. Sérðu nákvæmlega ræðast upp. Ég tippa á Íslanda að vera í 11. sæti því miður hann í gær sko. Já, við erum að fara vel yfir þessi skýrslu næsta föstudag. Hefur vinur þinn keppt í undarkeppni Eurovision og náð þeim ótrúlega árangri að fá silfur? Já. Er það ekki? Er það ekki þú? Ég tala sjálf á hana. Er þú eini vinur sem Nei, Sverri Bergman fór einhvern veginn með eitthvað leðilegasta lag ever hann einhvern veginn. Allir tónlistarmenn í Ísland hafa keppt í Eurovision. Já, Svessi keppti einu sinni í Eurovision, það var svo lýrætt lag, það var reynd ekkert á söngina sem var að dansa eins og trúður og eitthvað. Reynda er Manswes með svona, hann er með sexy moves. Já, en hann var með axlabönd og sixpensar og eitthvað, þetta var bara ekki hann. Svessa með alvöru lag. Hvað sá ekki blöðum þetta? Það er svona your shit. Mér skrítið, Svessi er ekkert í okkur fyrir þetta. Nei, Sverri var rífað í gang með eitthvað stemningun í það. En hann fekk ekki silfur eins og Egill. Ok, fá báði punkt. Við má sjá, 1-1. Það hefur verið akkurat 69 sigurvegarar í Eurovision. Ertu 69 kall? Já. Er það ekki? Já, ég minna Ekki það móti? Er það ekki? Nei, ekki það móti. Mér grunaði myndi báðu punkt hana. Já, ég mitt. Takk fyrir. Eða magnaði líka við að sko 69 sigurvegarar en það samt bara verið ykkur 66 keppnir sem er alveg weird. Það er út af því að það var 4 lönd eitthvað tímann akkurat tætt á stigum fyrir einhverjum góður fróðum 40 árum eða eitthvað. Þannig að þessi eru fleiri sigurvegarar en keppnir. Og það er ekki fucking amazing að það er rosalega. Þetta er máli, ég er að gefa fólki hérna móla. Já, þetta er svona sturla staðarindir. Og síðan ég líka með það sem er nýtt. Ég líka með spurningar, almenna spurningar á Eurovision sem er ekki komin. Nó, ok, þetta er alvöru keppni það. Já, þess vegna vill ég vinna þetta. Það er að vinna þetta. Will Ferrell gerði frábæra mynd Eurovision sem er einn besta mynd allra tíma. Ekki sammála því. Hvað hét barinn sem var í þeirri mynd? Hann hét á Húsavík, hvað heitir þetta drasslaftum maður? Ég bara hef ekki hugmynd um þetta. Jú, já, vita þetta. Er ekki lagið með ykkur? Ég farið á hana frábæra bar sko. Það var eitthvað fyllibitt á Húsavík sem hendi opnaði en einhverju bílskúr sko. Ég fór í pröfu fyrir þessa mynd og talaði við leikstjórun á Skype. Áttur að vera fyllibittan sem öskraði nafni á Nei, ég átti að vera ykkur ein lögga en á löggustöðu. Ég var í keppni við Bjöllin, þannig að það var dött strax sko. Þetta var ógeðslega óþægilegt. Gefum fyrsta stafinn. Jæja. Já, ding dong. Já, ding dong. Hann sagði jæja, hann sagði ding dong. Jæja, ding dong, jæja, ding dong. Fóruð fæstig, ok, næsta. 3-3 bara, já, þetta voru eiginlega með þetta. Þeir voru að horfa aftur á þessa mynd, hvað er að ykkur? Mér finnst það bara ekki góð. Já, þetta var ekki góð mynd. Ertu með Valla Sport í símarskániðinni? Og málega er að þeir ekki bara nóg að segja já. Ég þarf að sjá the goddamn phone number. Jesus, nú vonaði ég að sé þegar þið, sko, 3-3 Valli og það getur annarkoð heitir Valgerat Pepar. Valli Sport. Valli Sport. Valli Sport, maður sjá, þetta er símanúmer. Er þetta rétt númer? Tjekka því, ég er ekki með hann. Valli, byrna þess. Jú, ég veit númer er Valli Sport, hárið númer. Blöðar, hárið pressaði nú. Ég er ekki með hann. Og ekki steindi komin yfir. Því ég er ekki með Valla Sport í símaskólinni. Já, veist, það er engin umbóðsmaður verið jafn dedicated og Valli Sport í Euros. Hann eldir alltaf út. Já, sko, Ríkir umbóðsmaður Dilli og hann var ekki úti. Nei, hann eldar, sko, ef að skrifa þetta á Richard út af því að hann setti ekki Dilli í bettan snemmi í gær, svo Valli Sport gerir það, sendi fólk í bettan, sko. Hefur verið mökkaður í jafn miklum gír og Felix Bergsson var í gær?
Já, en ég ekkert þessum hann hefur verið mökkaði samt en ég hef verið miklu meiri gýr meiri gýr Hefur þú séð mér Þegar þú verið meiri gýr en ég aldrei séð mér í meiri gýr en 23 dettur í rúllettu þá sérðu mun verið þá er þetta gambling En var hann ekki bara dansandi og ykkur Já, bara í gýr ég er oftur í meiri gýr Ég hef nú alveg verið í meiri gýr hann satt náttúrulega bara og var bara í geggjum gýr Hann var að veifa fánanum eitthvað eins og Blöð segir, þú veist, talar eins og hann er í kottni sem er við svið það er rugglaður Það er að rúllandi eftir maður þú veist, það er alveg Ég hef oftur í meiri gýr 5-4 fyrir Stóni Það eru reglur í Eurovision að lögi megi ekki vera lengri en 3 mínútur Hefur þú verið undir 3 mínútum að ná hámarki í beddanum? Oft Oft? Já, fyrstu 2-3 skipti mínu 100% Já Stóni líka? Já, fyrstu svona auðvitað, með ekki Hvað meina það? Viltu hefa næst spurningu það? Tengi allir við það Frábæri Eurovision slagari Eithors Inga, Ég og Líf Syngur þú það alltaf Ég og Lim og þú ert mjög flippaður? Nei, Herru, hvað er mikið eftir það? Þetta byrjaði vel Svo er þetta komið út í þetta Getur þú sett að það sá Ég og Líf? Nei, ég er bara ekki með það í græður Nei, ég hef aldrei sungið þannig Hvað, var maður bara heima á svona labbi í ringi að syngja það? Hvernig var þetta? Ég á líf Ég á líf Nei, það er ekki gæst Það er ein eftir Ok, ég get bara að jafna Stendi, þú ert svo eitthvað öðfærið að loka þessu núna Þegar þið horfðu á framlag Ísrael í undankeppninni Urðu horni? Ég veit ekki eins og hvað er Ég horfði ekki á þriðjudaginn, var þetta ekki á þriðjudaginn? Það var þriðjudaginn Sá það ekki Hvorið sé það? Við horfum bara í gær Steinþór Hróa Steinþórsson, þú ert king of Eurovision Hver er? Yes! Herru, það ætla ég að gera eitt fyrir Egil hérna því að hann er Eurovision sérfræðingur fyrir 95 blöð og hann elskar þetta lag út á lífinu Þetta er Tja 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 Hvað lendar í öðru setta morgun eða? Ég vona fyrsta Fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og það er komið að Eurovision hotninu okkar. Ég sitt einn hérna í klefanu því ég ætla að hringja í Eurovision sérfræðing FM 95 blöð sem er Hjörvar Hafliðarsson. Hann hefur farið út á hverju árið fyrir okkur og það verður gaman að heyra, já, gaman og ekki gaman hvernig stemmingin er í hópnu núna eftir að, já, eins og áður við komum fram að við komumst ekki áfram í úrslit en ég ætla svona að tekka á honum hljóðu og hringja henni. UK calling. UK calling, sælvinur, hérna bara fyrsta spurning á svona Eurovision sérfræðingin okkar, hvernig ertu? Það núti núna? Við erum svo sem ágætt. Já, því hópurinn? Hópurinn er svona, já. Svo sem lítum águr svolítið sem eitt heimi. Já, auðvitað. Þannig að vera. Þetta var leiðilegt í gær, en svona er þetta bara. Það var svo sem einhverju búin að spá þessu. Já. Og hvaðst það var gengið ágætlega? Þú veist, gengið vel á æfingum, gengið vel á blaðamannafundum. Já, maður heyrði það að blaðamannafundinir hefði gengið mjög vel. Það hefði verið stemming þar. Já, það er nú ekki alltaf. Það var meðbyr með laginu. Já, enda það frössu lag. Já, þetta var ábyggilega ágættist lag, en svo bara, þú getur bara vel verið að þetta hafi ekki verið eins gott eins og okkur fannst. Við erum kannski búin að heyra þetta svolítið oft og ég man eftir í fyrstu hlustun, þá varst með ekki frábært, en svona er þetta. Ég skil þig. En hvernig er talandi um hópin, þeir eru einn heild þarna, hvernig er stemmingin þá núna? Bara fín sko. Já. Gísli Marteinn er búin að vera alltaf allt öðruvísi heldur en hann var í fyrra. Hvernig þá? Það var svona, það var semst COVID-trættur. COVID-trættur, já, var að drekka ofan í það. En eins og núna þá bara hefur það verið alveg ríkilega flottur, er alltaf með eitthvað svona kombucha-drikk. Já, eins og meskjöður. Já, það er söður eitthvað svona og bara einhvern veginn á miklu skemmtileg stað og það var til dæmis eins og áðan var hann að segja sko að dagpenningarnir sem hann fær. Já. Hann leggur það bara inn á höfustólinn á íbúðunum. Því að það er allt skattfrjálspenningur, þannig að það er bara svona sem dæmi bara, hann er bara um allt öðru staði í dag sko. Það er gott að heyra. Og það er gott að heyra. Og svo er hann líka að segja sögur, þú veist, hann er bara lendið svo miklu sér gauð sko. Já, Gísli? Já, bara, þú veist, eins og hann var eftir hérna á Mallorca. Gaf betlara, hérna, smá pening. Betlarinn labbaði hérna 2 götur upp og keyrði heim á Ferrari. Það er rosa saga. Já, ég vil segja það, þú veist, hann er bara búin með endalins og svona sögur, sko. Já, gaman að heyra. Já, þannig að þetta er búin að vera, já, bara flott hérna. Já, og Felix og allir með bara allt upp á 10 og allir sáttir. Já, Felix og Siggi Gunnar flottir, það var smá leiðinda þegar Rúnar Freyr var eitthvað að stríða, en Rúnar Freyr, þú þekkir hann náttúrulega. Já, hvað var hann að stríða þeim?
Nei, þeir voru ekki að tala um aðeins langaði svo að fara til Sitges þarna í Barcelona. Já, við steindu voru á þetta en geggjaða staður. Já, ég er hún að labba fyrir herbyggi þegar og sagði ég ætla að vara eitthvað aðeins í Sitges. Það allt og mikið ámum hann, sagði hann sko. Já, ok. Þú veist, þetta svona staður sem er mikið að sengja karlmennum að fara í gegnum tíðina. Já. Og, þú veist, Siggi Gunnars var eitthvað hálfleiður yfir sem brandara. Nú, ok. Og svo komið hann Þorvaldur Bjarni í Tóttmóbil og náðu einhvern veginn að sjalla þetta allt saman. Hvað er Þorvaldur Bjarni í Tóttmóbil að gera hann? Hefur ekki heilt brandarana sem að Gísli Marteinn segir alltaf í útsendingu? Jú. Hann er alltaf með geggjaða brandara, svona milli laga og svona. Það er Þorvaldur Bjarni sem semur á. Það veist maður ekki eftir, hann var alltaf hrikalega fyndin í Idolni í gamla daga. Jú, það passar. Tóttmaður. Og fór svona svolítið sína eigin leiðir. Já. Og hann er að semja alltaf brandarana fyrir hann sem að síðan heyrast í Ríkisjófn. Ég skilði þig, segi ég. Það er gaman að fá svona insider. Já, þetta er bara búið að flott. Já, og hvað er bara hópurunleginni heim svo eða? Hluti af hópum, já. Fer heim eftir á 50 dag. Og Það er verið úti fram á 50 dag? Já, sko, við verðum til 50 dag sem Gísli fer heim á föstan. Hann flýgur ekki með play. Nei, ok. Það er bara eitthvað prinsip, eitthvað frænda sem ekki að vinna á Íslandi og hann bara neitar að ferðast með öðru og það er ekkit málsamt bara, hún var réttur flugmiði og sér ekki drífa út og þú drífa heim og þá bara heimitt líklegt dagsins Líklegt dagsins? Það er geggjur líla, líklegt dagsins? Já, hann á hana svolítið sko. Já, á hannana á Þorvaldur Bjarnana? Já, það er eitthvað þú segir, ég held að Þorvaldur Bjarni eigi hana. Einmitt, líklegt dagsins, sagði hann sko. Já. Það er alltaf góð lína, en annars er þetta bara búið að vera, þú veist. Það er endinn ferðin, alltaf sami hópurinn og Gísli er að vonast til að fá halda þessi giggi einhver 7-8 ári viðbútt. Já, enda stendur þessi velkallinn. Já, og þú veist, þetta er náttúrulega lukrativ líka, út af að hann er náttúrulega að fá þessa dagpenninga. Já. Og þeir fara alltaf beintin á höfustólinn. Já. Gott í ánum, það verður skynsamur. En hvernig, eins og hópurinn, nú eru okkar menn að nú Stop Wait Go og Ásgeir og þeir ekki búin að standa sig vel og allir feskir? Jó, flott í stáka, þeir eru að grína þetta alltaf eitthvað, þeir tóku ykkur dótakassa með sér eins og við kallaði þetta. Dótakassa? Nei, þú veist hvað ég á við, þú veist bara eins og fólk er í dag, það er bara talar og opinskátt hlutina. Já, ertu að tala dótakassa fyrir kynlífsdót? Já, eitthvað bara svona, þú veist, hvað þetta heitir allt saman, þú veist, fólk á okkar aldrei, þetta er tabu fyrir okkur en ekki fyrir þeim, og múfur og eitthvað svona dót. Þú veist, við tölum ekki svona hluti, en fyrir þessa kynnslu er þetta bara eðlilegt. Já, gott. Og þeir skammast sem bara ekki fyrir það, og Siggi Gunni sagði bara við að þeir eru náttúrulega bara flottir. Það er þetta geggjulína, þeir eru bara flottir. Já, Siggi Gunni sagði það. Já, Hórðan Bráð sagði þeir eru bara flottir. Já, því að þú veist, þeir eru ekkert eitthvað að skamma sín fyrir það. Nei, nákvæmlega. Þú veist, einhver 42 gráðu muffa með einhverjum sko 70 mismunandi höggstillingum. Já, þú heyrið það, ég verð bara að fyrir hjá mér og byrja að hlæja hérna og flissa. Þetta er svo mikið tabu fyrir okkur. Já, þetta er tabu fyrir okkur, en þetta er bara flott í og stóð sig vel. Já, og allir ánæður. Nei, það er náttúrulega engin ánæður. Nei, ég er að segja að það er samt stemmi ekki hópnum fyrir ekki. Ég ætla ekki að segja að fólk sé ánæður. Nei, það er engin stemmi ekki hópnum. Það er viðbjöðu bara. Já, ég meina, þeir eru að hanga þetta til 50 dag, sko. Já, þið finnið eitthvað að gera. Já, við gerum það. Já, en Hjörvar, takk fyrir okkur og já, við fáum betri punkt að fá það þegar þú kemur heim og hafa það gott á leiðinni og hafa það gott úti. Takk. Ok, takk. Þetta var Hjörvar Hafliðarsson beint frá Liverpool og ekki góð stemning í hópnum en samt svona allir búinir að haga sér sem er fínt. Let's get down to business er nákvæmlega sem ég vona að leikmenn Tindastóls séu að hugsa núna. Það hefur verið að fara að opna inn í valsheimilið eftir nákvæmlega 7 mínútur og ég var að fá snapp þar sem það er allt brjálað fyrir utan hurðina af stuðningsmönnum Tindastóls að syngja og tralla. Djú hlakka til að fara niður eftir. Opnaði 75 mín fyrir, nefndi 1,5. Er þetta úrslitaleikur? Ég held, þú veist, þetta er allt úrslitaleikir. Ég meina, það segir sér sjálf, liðið sem vinnur í kvöld getur orðið Íslandsmeistari næsta mánudag. Það er ekki flott að það. Og ég meina, þú veist, fyrir síðasta leik þá gáðu okkur það að Stólandi gæti ekki tapa á heimavelli, sko. Nei. Það er bara ekki alveg þannig, sko. En ég er oft mjög svartsýtur að kemur að mínu liðum í íþróttum en ég er ekkert svo svartsýtur í kvöld. Stressaður.
Ég held að það sé 50-50. Það geta bæði liðunni og vonandi verður þetta bara góða leikur. Já, og líka aldrei tæpi leikir. Þetta er bara 50-50 hvort leiði rústar hinulegir. Já, það reyndar endaði með 1 stíð í fyrsti, en þá var reyndar Tindastól 22 stíðum yfir eitthvað. Herðu, við ætlum að fara hins vegar núna í Steindi, ertu tilbúin? Ég er klár. Varst þú ready? Keira þetta laginn. Hann er þetta, við erum að leiði á því Two Fellow Kids, drengir. Og lagið kom undir M.O.P. Allt tilbúið og þetta eru allt frasar, alvöru frasar frá alvöru fólki og þetta eru frasarnir sem eru að rönna göttunum, drengir. Já, hjá unga liðin og við erum alltaf að reyna að keep fresh, þannig að Já, þetta eru frasar sem við þurfum að vera með á hreinu, finnst mér að við ætlum að vera á prime time í útvarpi. Já, ég held reyndar að ég hef ekki notað einn frasa sem hefur komið hana. Jú, við erum alltaf Tax Pepsi Max Og Pos, jú, við erum notað það svolítið. Ok Og líka BPS Bold Piece of Shit Og Sór, steik og raukt, mástu. Já, Sór, steik og raukt. Og þú veist, Hefur sagt það síðan, þú lærið þetta síðasta fyrsta sko svo. já, ég er búin að nota það mikið síðan Ef þú segir við þjón í dag, ef þjónnir er kringu 20 eða ég er yngri og segir, hörru, hérna, ég er spáð í Sór, þá veit það hvað þú við, sko. Hann spyr bara hvernig við starfum steikta, sko. Já, byrjum þetta. Við byrjum þetta. Þá er það fyrsta spurning í How do you do fellow kids. Og Blöð, þú kemur fyrir í henni. Ok. er rosalegt. Já. Það var væntanlega kúkur eða eitthvað djöfullir. Mjög líklega kúkur, sko. Býtu bara. Hvað þýðir frasinn, drengir, að blöða sig upp? Að blöða sig upp. Svaraði það, réttu það hönd. Nei, hægt að tala. Ég ætla ekki að segja kúkísi, sko. Nei, þetta er basically Býtu, er einhver búin að réttu höndu? Nei. Ok, blöða sig upp. Ég ætla að þetta tengist jamminu. Egil Einarsson. Það hildur bara að vera að flaska svo upp. Blöða sig upp, að flaska sig upp. Það tengist jamminu. Já, ég ætla að blöða mig upp. Það ætti náttúrulega alltaf að vera að steinda sig upp. Þetta er jamteng. Það skrýtta við þetta er hárja. Þetta er bara rugg. Að blöða, ég get sýnt þig frá það. Já, þú ert konungur flöskuborðan. Já, ég er Þú ert að stela þess að honum. Nei, þetta ætti alltaf að vera að steinda sig upp. Sem er helviti skrýta, því að þetta var actually sem ég fekk Eru þið young cool kids að kalla það blöða svo upp? að blöða sig upp, alltaf sé ekki bara út á átó. Nýlega, að því að var flaska það Þú varst með mig það líka. Það er þetta góða punktur. Herðu, Ég meina þetta er ekki steind að kenna. Nei, nei, mér finnst það bara skrítið. Þess að ég tengdi aldrei við þetta. Ég ætla þetta að vera að snóða sig. þetta er ekki einu svona bara, þetta er ekki svona vondu frasi. Blöða svo upp, snóða. Þetta er bara góðu frasi. Ok, Þannig sem, já, flaska sig upp. Herðu, þá er það spurning 2. Það er frasi, drengir. Hvað þýðir frasin Mom's Life? Mom's Life. Mom's Life. Og þetta er Vil ég vísbendingu? Já. Það var þetta fyrstu fær svolítið. Mom's Life, þetta er, þú veist, hvernig getið sagt ykkur án þess að segja þetta. Þetta eru tveir einstaklingar að kannski að svona röggra eitthvað og þá ætla annað að segja bara hey, Mom's Life, sko. Já, ég er með þetta. Það var að blöð. Bara sverða það bara mömmu. Sverðu það er rétt. Sverðu það er basically þegar ég segi Mom's Life, maður. sem að blöð ætla að peka mig. Ég ringi hann, blöð segir, herru, ég kommer eftir 5 mínútur. Mom's Life. Já. Mom's Life. Þú segir líka alltaf já og sverða ekki til, svo ertu ekki tilbúin. Mom's Life. Ekki, ég myndi aldrei sverða, sko, Mom's Life. Þú getur fyrir að nota þetta blöð, þá færu accurate time á mig. Ok. Mom's Life er rosalega frasi. 1-1, ég jafnaði þarna. Það sverðu það að komið svona með ennskan. Já, það er svolítið henni. Herru, það er að þriðji frasin og blöð. Þú ert í honum af, það eru 2 frasar með þér. Það er bara, ég veit það ekki maður, ég veit það ekki. En hérna stendur sko, frasin er, það er að fara Ásgeiri, þessi frasi. Að blöð púpa yfir sig. Hvað því frasin að blöð púpa yfir sig? Þetta er greinilega eitthvað sem er í Nei, ég veit það ekki. Þetta er eitthvað sem er í gangi í dag á göttunum og það er Egil sem fekk þarna svarrétt. Það lítur bara að vera, þú veist, annarkot er þetta einhvern veginn að skýta í sig eða, þú veist, að flaska sig ómikið upp eða ekki, þú veist. Herru, svaraði bara, ekki vera að spurja hann hvort þetta sé. Hvort mælur leiði segja hann fyrir. Nei, Steindi, þú er bara að þegja núna. Já, þetta er ekki rétt. Já, ég þetta. Að blöð púpa yfir sig. Púpa yfir sig. Ég veit það ekki að meðjum mikið. Þetta eru bæði geggju gíska að blöð, þetta er vittlust hjá okkur. Að blöð púpa yfir sig er að setja dollunni, að skýta og græða pening á sama tíma.
Þetta er lélegast sem ég heist. Er þetta síðasti? Það farið að setja pinna í hátítu og fell á kett. Þetta er það ekki kjaftaði Þessi er svolítið skeitin. Blöð púpa yfir sig. Já, þetta var ekki, það er enginn að nota þetta. Einhver einn humoristi sem sendi þetta. Það er kannski þannig. Já, ég þarf eiginlega, sko, núna ætla ég að gera þetta þarf að vera eitthvað sem er í gangi. Já, ég þarf basically, núna ætla ég að hafa þannig reglu að næst er ég beðið frasa. Ef ég fæ ekki 2 þannig, frá einhverju 2 mismunandi, það verður allavega að koma 2 og 3 og svo ég nota. Það var bara einn gæði sendi þetta og það made the cut. Bara einhver reyna að vera að finna sko. Þetta var einn á ekki sendi þetta sko. Ok, þetta er báðir að vera helviti sterkir hérna. Fyrstu fær myndi ég segja, það er Pepsi dagur í gimminu. Hvað þýðir það? Það sé Pepsi dagur í gimminu og það er Auðun Blöndal. Þú ætlar að fara að maxa. Þá er maður að maxa. Þetta er rosalega frasi. Þetta er alvöru frasi. Þessi er góður. Þetta er geggjaði frasi. Það er Pepsi dagur í gimminu. Það átt að fara að maxa lóðin. Þetta er góður frasi. Egil, þú hefur eitt ekki verið að jafna. Ég var rosalega sáttuðið punkt sko. Ég er að fara að spurningu 6 með þess að ég tek hana. Já, byrju, ég vann. Já, sko, ég var með 6 í dag, sko. Nei, herðu, þetta er ekki bara 5. Byrju, Moms Live, Blöðsinn, þetta eru bara 5, sko. Herðu, nú er Ásgeir Kolbins með fullkomið hitast á heilanum. Hann hugsaði ekki manna. Hann rastamælir. Já, og hefur bara ekkert bara það. Hann bara elskar gott hitastig og hefur talað það bæði náttúrulega getur sagt basically hit á mannfólki með ótrúlegum hætti með íslenskúður, já. Já, og bara og þau eru grillar og áhuga að hitast inn í kjötinu og bara hann hugsar í Celsius. Hvað þýðir þá frasinn? Að grípa sér eitt kolbara. Að fá sér kolbara. Það er blöð. Þú basically sagði okkur það. Það er ekki eðlilega snöggur hérna. Helðis blöð. Það er að grípa sér kolbara. Það er að splitta sínu. Og það er Auður Blöndal. Það er 3-1. Þetta var sterkur sigur. 3-1. Já, ég ætla að fagna. Ég er með einn ískallan túborg hérna á leiðin og hlýðarenda. En við skuldum auglýsingar áður. Nú vitastu naskur í þessu. FM 95 Blu á FM 957 í samstarfið við Dynout og Loopmint Mania Merch. FM 957. Hárrétt að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957. Drengir, eins og ég tilkynnti í byrjun þáttara þá ætlum við að hætta þetta aðeins fyrir í dag og við sendum kveðjur á Sævar sem var að senda okkur, hann var að hlusta og er okkar maður. Já, mér varst líka svolítið gaman þegar við báðum hlustendur að senda okkur stundum myndir að taka okkur að gera það aftur. Þú sjá hvar að gaman er að fá sumir, erlendis eða bústað eða bara einhverstið vinnunni eða það er gaman að sjá þetta sko. Samanlega. Herðu, en já, hætta fyrir það er leikur, stór leikur. Já, ég er að fara að bruna á hlýðarenda núna, það er búið að opna inn í húsið og já, stressið er að vera óbærilegt. Getur ekki fengið þér að cold refreshing beverage á leikuna? Ég næja einum og einum burger eða eitthvað. Þetta courtside alltaf það. Herðu, já, sko, Dagur Baldvinsson, topp maður, formaður Tindastóls. Hann sendið mig með og þeir eru courtside. Þú ert ekki Monkey. Okkar besti dagur. Já, okkar besti dagur. Ég er bara svo stressaður, ég er að deyja sko. Í vestafalli fyrir þig Blöð og Kroksara vinna Valsarar á eftir þið jafnir næst og fáum að final sem bara veistlega fyrir alla sem eru að horfa á þessu seríu. Já, þú ert ekki hlutlaust, þú ert ekki grættismönnum. Já, ég ætla að við á ættir til ég ætla að virt ætt dílarar og Kroksara. Hanna, þú ert Kroksari. Og síðan elskar ég að Chris Acox er með bestu vinum og það kemur svona móti sko. Það er svolítið erfitt. Það er mixed feelings á mér. Þetta er rosalega erfitt af því að þú veist út af honum er mitt sko. Við náttúrulega erum Nei, það er ekkert erfitt fyrir mig. Hann vinnur FM eins og við sko. Ég er að segja Blöð og Brody, svo veist þetta er bara ég elskar Brody sko. Þetta er rosalega flókin leikur. Ég er bara að vona að Acox á með okkur í leynilögunni allir eigi góða helgi. Já, það er toppmaður í fílan tællur og fíla marga þarna en Tindastóll verður að vinna þetta. Fjandinn hafið það Amalía þér á morgun, Egil. Já, það er og við bara, hvað er, mæting 5 eða ekki? Ég ætla að hafa smá svona dagdrýfi koncept. Smá vinna að halda svona partí við. Ég reið Sólrundi Ego sem svona skreitingastjóra. Þannig ég er að fara fund með hennu eftir þar sem hún er að fundu sko, beint eftir. Ég er ekki verið einn í sófan sko, strax. Þú ert að fara fund. Þannig hún er að setja upp blöðurur frá rentapartí og selfie-speilin og svona rentapartí exit dansskól sem verður rosalegt koncept. Ég er frumsýn á morgun. Það er basically bara með manneskjur í vinnu til að skipa. Já, ég er ekki góður, ég get ekki, veist, hvað er ég að skreita? Hún er sérfrá, hún er best á Íslandi að skreita. Þannig að svo ætla ég bara dagdrykja á morgun, United og Breiðablik og Eurovision
Of the same goddamn day. Já, það er alveg þetta á morgun. Það eru seðlar á morgun. Já, við verðum mættir þarna til þín á morgun. Sko, ég er án svo stressað, það er verið að sækja mig. Ég verði bara að fara að hópa út í bíl, drengir. Það er ekki að tala blöð og stressaða, sko. Þú mást bara spjalla við þetta leik. Já, nú finn ég þetta er að gerast. Þannig að við verðum mættir að sjálfsögðu blöðkastið á þriðjudaginn, en annars bara er fullu bátur næsta föstudag. Takk fyrir hlustun í dag. Eigi góða helgi, rosa helgi framöndan eins og Egill kom inn á. Það er Eurovision og það eru leikir í ensku og ég veit ekki hvað og hvað. Og bara takk fyrir hlustunna í dag. Drengir, áfram Tindastóll.